Þú ættir að koma og sjá myndirna sem voru teknar þegar við vorum að mynda. Það jóla fyrir börnum. Ég vil ekki meiri te, sko. Ég hef ekki það. En ég vil að finna þessu. Það alveg sem að sjá hreinu ára að kemur við. Það voru tekin af henni börnin og ég veit ekki, hann sagði það á bílnum. Algjör heili. Eins og bara bara mjög fljótt eftir okkar samverur, allt og fljótt af hreinustu hendingu fór hann með bát sem að meðan kom aldrei og þeirra maður út í Danmörku. Hún lenti í erfiðum veikindum, mjög erfiðum veikindum, var búin að gera það gott en hún sigraðist ekki á þeirri baráttu. Sama með Jón Bjarnason, hann föðurlaus og ræktaði jörðina í Hubbahlíð. Nei, ekki kannski föðurlaus en sem bjó þarna í sveitinni og var góður gegn það. Lærði sem íþróttakennari, starfaði fyrst á Höfn og síðan í Kópavogi víðar og víðar. Hann og Naffi Ingimundur, þeir voru miklir vinir og fæddir saman og allt sitt líf. Ég segi stundum að það ekki neitt gott að svona maður eins og Sigvaldi skuli vera að fara fallinn frá. Sko, núna ruglast maður aldrei á því hvor þeirra það sem vinnir. Þú sagði stopp, má ég veita því? Það var alltaf Jóhann til að koma að hella hvítinn í glösin. Já, það var ekki leiðilegt. Hvítinn hérna. Þeir sem vilja frekar rauðvín, þeir teygja sig bara í rauðvinnið. Það bara sjálfservice. Það var gott að henda þeim svo bara flöskunum aftur fyrir þeir eru tómar. Þannig að við ætlum að vanda meira. Maggi, varstu góð? Ég er ekki hinn með. Nei, það ekki það. Svo kom hann til mér svona mjög lúmskulegur í lokinu og sagði að mér sýnist vanta eina enn. Og ég hugsaði að ég harfla það, gott að hann duðluði við þetta, en svo hann sett hana við hliðina á sér. Þetta er ekki alveg rétt tónu fyrir fram að Þóri. Þetta eru austurhóðningar. Byrjum hérna með forrétt og þeir sem að verða kallaði til að bera hann fram, þeir geta bara að passa að drekka ekki of mikið til að byrja með. Og svo fáum við líka aðalrétt og við ætlum líka að bera hann inn til ykkar. Hins vegar verður á eftir, þá ger ég ráð fyrir að fólki verður svona þreytt að sitja af hérna kökurnar sem verður í eftirrétt, þær verður bara hérna frammi og þau verður að hafa fyrir því að sækja þær bara sjálf. Er það í lagi? Já. En við þurfum að skála. Já. Bara verðið hjartanlega velkominn. Það er gaman að sjá okkur öll og ótrúlega gaman að sjá svona stórn hóp. Og ég er svo helviti stoltir af því að þið þekktu mig öll þegar þið komið inn. Skál. Þetta er ofboðslega gaman að vera hér í kvöld. Gamli skólafélagi, fyrir okkar allra, þá þykir okkur ósalega gaman að koma til því og sérstaklega erum við hreykin að því að fá að vera með þér í kvöld að þú gefir þér tíma og ég tala nú ekki að þú skulir bjóða upp á það sem þú ætti að bjóða. Þetta er einstak. Þá segir bara yes! Yes! Nei. Þú hvað stendur?
Friðrik Pálsson, innilega þakkir fyrir höfðinglegt boð að Hrauneyjum 9. nóvember 2013, skólasystkini útskrifuð frá Reykjaskóla 1963. Með því erum við nýja kartöfluþrek á bænum sem við erum með alltaf smjöri. Við erum með grænmeti, svo líka með kartöflu með þessu, það er nú á borðinu. Við erum með rjómasósu og svo erum við sósósu, nýju sósósu. Borðið hjá okkur höfðu þetta klassíska rauðkála, græna baunir og kartöflusalat og hrásalat. Þannig að við erum vel sattir í kvöld. Takk fyrir það. Á borðinu út við gluggan næst skólabjörnum. Púltið er hérna á milli. Og hringt völdinu. Við kunnum þetta alveg Ingibjörgur. Og púltið er hérna, Kristibjörg hér, Annabrekkur hér, Ólafur gengur svona. Og þegar hann stendur hér, kemur okkur svona hérðan, skilur upp, Helga Einsdóttir átt að sitja yfir, það var það kennarinn sem satt yfir. Hérna þá Eins og þið munið mættilega. Helga átt að sitja yfir, en svo gerist eitthvað það, hún veiktist Massa okkur hér. og fyrst þegar hann kíkir bak alltaf sóla. Ólafur leysa graf. En einhvern hluta vegna, þá var hann átt að gera einhvern grikka, ég veit ekki, jú ég veit ekki að þetta, en það er svona. Þú veist það? Mér hefur sagt að af þessu vant þá hefði ég verið alveg heitt niðursokkin í því að læra. Hérna er svona púð. Og ég held að það sé alveg rétt. Púðtíð, hann opnar púðtíð og segir Haraldur, farðu með þetta út! farðu með köttur út vatnið. Hann sagði farðu með þetta. Ég held að hann og sagt þessu sjálf. Og Ólafur er eitthvað órólegur þarna, búinn að labba þarna fram og tilbaka. Lyfti svo púltinu, eða lokinu á púltinu, og þá er kötturinn þar og hann grípur undir hann og kemur með hann og til mín og segir ég ætla að biðja umsjónarmanninn að fara með þetta til eða út. Út til Matthías. Jæja, Farðu með þetta út. Þú vissir en svo þegar ég kom tilbaka, þá sagði ég Ólafur, þú voru að gjöra svo að komast að hver hefur gert þetta. Ég komst náttúrulega aldrei nokk tíma að því. This case is not closed. að ganga hljóð hjá verkamannsins kofa til sjúka móðir losti gegnum árin það búa Ég kann þetta ekki. Ég mannst ekki eftir þetta þegar ég var... Ég var ástfanginn af henni hérna... Melkorkunu? Nei, af henni hérna Silvíu. Já. Silvíu? Sænsku konungskonu, hérna drottningunni. Já, Silvíu sammála. Nei, Veistu það? Þau búin að vera eitthvað með tvígang. Silvíu og hérna, og kongsi. Kongurinn er alltaf bara svona pínlítið kjáni. En Silvíu er æðisleg. Hún er æðisleg. Það gekk svo vel með þessar konur sem voru að safna matnum inn á borða á þann. Já. Ég held við bara þykjum sömu konur aftur. Hjartanlega velkomin.